Velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við fáum til okkar góða gesti í kvöld eins og endranær og endum á tónlistaratriði. Til mín eru komnir 3 leikarar úr verkinu Vorið vaknar sem verður frumsýnt í kvöld í samkomuhúsinu. Velkomin Þórdís, Edda og Þorsteinn. Takk fyrir. Takk. Hvernig líður ykkur? Vel. Hrikalega vel. Já, peppuð? Já. Til í dag? Já. Á þessum tíma þegar það er búið að vera að æfa í meir en 2 mánuði, þið byrjuðu alveg vel fyrir jól og þetta er alltaf að fara að bresta og er eitthvað sérstætt sem að svona fyrir gegnum hugan? Þorsteinn, við byrjum að þér, reynsluboltanum. Já, bara tillökun. Já. Við Edda byrjum reyndar í byrjun desember, þau voru búin að æfa krakkarnir. Já, unga fólkið. Síðan í nóvember. Unga fólkið síðan í nóvember. Já. Þau byrjuðu að æfa dansa og söng Já, fengu og lífprát. líkamsþjálfun. Já, alveg herbúðir. Já, hjá lífprát Já. og Þorvaldi Bjarna. Já. Og svo komum við í desember og já. Gamla fólkið. Gamla fólkið. Hugsaðu með okkur, við fótum tækifæri og komst í virkilega gott form. Það er enda dálítið merkilegt að vera alltaf í norðin gamli leikarinn. Já. Ertu ekki aldursforsetinn í verkinu eða hvað? Ég held það. Þetta líður svo hratt og maður bara fattar þetta ekki. Manni líður ekkert svona liðs. Nei. Þú hefur nú áður komið við sögu hjá Leikfélagi Akureyrar. Jú. Meira að segja verið stjóri. Mitt fyrsta verk hér var á Rennivestæðinu, hérna á Eyrinni. Já. Í vefarinu mikla frá Kasmír. Alveg rétt. Eftir Halldór Laxness og þar lék ég á móti Mörtu Nordal. Við lékum parið Steinelliða og Diljá. Já, það var ekkert öðruvísi. Nei. Og nú er hún að leikstýra þér, leikhússtjórinn okkar. Já. Svona er þetta. En Edda, þú hefur eitthvað komið hérna norður? Já, ég hef leikið hérna hjá honum Magnúsi Geir, þá vorum við þar leikum við Herra Kolbert. Já, alveg rétt. Og svo kom ég að leika í Farsa þegar Marja Sigurðardóttir var leikhússtjóri. Og svo hef ég komið með sýningar líka. Já, svona Fjallaeyvind gestasýningar hérna, já. Og svo gaman að leika á Akureyri og leika í samkomuhúsinu. Finnst þið gott að vera hérna? Já, mjög gott að koma. En Þórdís, þú ert nýútskrifuð. Já. Og ert að debutera. Já. Til hamingju. Takk. Hvernig finnst þið búið að vera hérna á Akureyri? Bara ótrúlega næs, Já. kósí. Hafðirðu verið hérna eitthvað? Já, við komum hérna Marta leikstýrði bekknum mínum í útskriftaverkinu Múter Courage. Og við sýndum hérna nokkra sýningar fyrir norðan. Þannig að ég var bara mjög glöð að fá að koma eitthvað aftur. Já. Gott að vera hérna. Getur þú hugsað að setjast hérna að? Já, nefnilega. Ég held ég myndi aldrei segja þetta. En ég væri alveg til að búa á Akureyri. Já. Frábært. Þú ert í Reykjavíkudæturum líka. Flækir það málið eitthvað? Verður þú þá að stofna Akureyrardætur? Nei, við náttúrulega búum allar út um allt, út um allan heim. Þannig að Þið eruð ekkert allir í Reykjavík? Nei, ég er líka bý í Kópavoginum, ég veit ekki alveg, þú veist. Nei, ok. Ef að tala aðeins Vorið vaknar, hver vil segja mér aðeins hvað það er? Þetta er verk sem er unnið upp úr leikriti sem var frumsýnt 1891 og er eftir Frank Wedekind og sem var dálítið framsækið á sínum tíma og dálítið djörf efnistök. Hann segir margt okkur, eiginlega frumkvöðull, hvað var þar fremdung-effekt eða framandgerfingu í leikhúsi sem er dálítið merkilegt, sem Bertolt spann síðan brekt lengra. Nú, síðan bara upp úr aldamótum og þá verður þetta Broadway-söngleik. Já, bara bætist tónlist ofan á og væntanlega eitthvað. Tónlist og söngur, já, og það er dálítið sem sagt, af því að það er engin fjórði veggur, það er verið samtal við áhorfendur, að þá er sem sagt hoppað dálítið svona í tíma. Við sem sagt erum með senur sem eru svona 1890 og eitthvað legar, eða svona gamli tíminn. Þetta samfélag hafta og og svona trúarlegra kreddu og allt í sambandi við kynlíf er algjörlega sópað undir teppi og með skelfilegum rundar afleiðingum. Þannig að þetta er svona dálítið þetta er dálítið tragedía, en sem sagt af því að söngurinn og það er svo kraftmikið og það er hoppað inn í nútímann og í rauninni er verið að spegla bara hvar erum við í dag versus hvar við vorum, hefur svo mikið breyst og merkilegt nokk að þá virðist mannskepnan breytast seint. Svo að þetta talar alveg til okkar í dag. Já, það var mikið erindi. Við Marta leikum í þessu leikriti þegar það var sett upp í Borgarleikhúsinu á sínum tíma og þá var ég einmitt spurð í viðtali hvort mér fyndist þetta eiga erindi í dag
og ég hef oft hugsað þetta. Mér fannst svolítið erfitt að svara þessari spurningu, en núna finnst mér það alls ekki. Þetta leikrit, það nefnilega svolítið spes með það og gaman að segja frá því að það á alltaf erindi, af því að við manneskjan náttúrulega bara í grunninn alltaf svo sama. Þetta mennskan í okkur og það eru alltaf þessi tabú og við erum alltaf að glíma við einhvers konar þöggun og kúgun og ofbeldi í einhverju mynd. Þannig að því miður og að reyna að læra og þetta kemur bara upp aftur og aftur þó að sé í ýktustu mynd, presenterið í ýktustu mynd þarna og hefur sjálfsagt verið á sínum tíma gríðarlega mikið tabú. Já, maður getur ímyndað sér það. Þegar þetta frumsýnt að þá sé þetta bara skandall eða eitthvað. Kannski ekkert fjallað svona, þarna eru unglingar að vera kynþroska og það einhvern veginn eins og því leikið þarna mæðgur og ég fekk að nefnilega gæjast á reynsli í gær og það er svo fallegt þegar þú ert að reyna að spyrja mömmu þína hvernig börnin verða til. Þú fær bara mjög léleg svör í rauninni. Já. Segir mér ekki mikið. Nei, þá sér maður líka kannski, þú veist, bæði hann langar að voru þær að vakna, sko, og svo ertu með konu sem kannski búin að þurfa að leggjast undir eitthvað svona sætta sig við ákveðin hlut, þannig að hennar svar er bara að elska. En það einhver mikill harmur og svona, já, þetta spilast ekki, fólk virðist ekki njóta sín í lífinu og það svo mikið reglur í samfélaginu og það kannski þetta, hvernig færist þetta yfir í daginn í dag sem er gaman að skoða. Já, hvernig hefur þið fundist að glíma við þetta hlutverk, hana Vendlu sem þarna að bara vakna til lífsins eða svona? Já, hún svolítið svona blóm, einhvern veginn. Hún svolítið blaut á bak veirðun og veit ekki neitt og fær engin svör en samt forvitin sko og hún, þú veist, hún þorir alveg að ögra mömmu sinni smá og hún vill fá svör og þú veist, hún að verða ástfangin í fyrsta skipti og þú veist, þess vegna kannski auðvelt að tengja við það því hún líka, þú veist, þetta líka bara saga ást og vináttu og þú veist. Þannig að frumsýningin bara núna og við hvetjum fólk til að drífa sig í leikhúsið. Það allavega einhverja helgar núna framöndan. Fer eftir aðsókn. Það fer náttúrulega alltaf eftir aðsókn. Við hvetjum bara fólk til að drífa sig. Það er tix eða mag.is, ná sér í miða og bara koma í samkomuhúsið og hlusta á flottan söng, sjá flottan leik, kraftmikla sýningu. Þetta nefnilega sjó, sko. Þetta skemmtilegt sjó. Og þetta líka, það fullt af húmor og gleði og glens og... Þetta allir tilfinningaskalinn, sko. Típurnar sem þið eigið þarna, þvílíkar innkomur þarna upp, ég ætla ekki að segja meir. Nei, ég ætla ekki að segja neina. Og svo þessi tónlist alveg ótrúlega flott. Þetta er mikið kraftmikið sjó. Sammála því. Það bara eins og að fara í gegnum sko líkamsrækta tíma bara að horfa á eitt atriði með þeim þegar þau dansa. Þau fara í gegnum þetta fyrir þig og svo bara heldur þetta áfram. Ég skil ekki hvernig þau geta þetta. Þetta er svo ungt. Það leikur sér kraftmikið. En við förum aðeins og tölum áskoranir í þessu verki eða bara lífi listamannsins. Steini, hverju myndirðu svara því? Já, mér fannst sko dálítið athyglisvert að skoða einmitt ekki bara hvað hlutir voru slæmir þarna, heldur líka hvað þeir voru góðir. Já, eins og með bara aga og ýmislegt sem að og gríðarlega vilja og menningarlega samfélagið og svoleiðis og við vorum öll látið lesa Stefan Zweig, Veröld sem var og dálítið gaman að kíkja inn á tíma og þannig að mér fannst það svona gefa mér mest persónulega. Það alltaf gerast á þessum tíma. Þetta eitthvað, það svo mikil bjartsýni líka, það alltaf springa út. Uppgangur. Eins og vaknar, þú veist, já það uppgangur, þú veist, menningu og listir og einhver svona vakning. Vantar aðeins upp á upplýsingagjöfuna kannski, hún alveg að fara að bresta á hana. Já. Netið ekki komið. Nei, en svo líka áskoranir fyrir okkur bara í leikritinu núna þegar við erum að vinna þetta, þú veist, eins og fyrir okkur allir þessi karakterar sem við erum að hoppa í og úr, sko. Það mætti kannski bjóða upp og miða baksins. Heyrðu, það væri gaman að fylgjast með baksins. Það væri þetta geggjað. Þið fóruð út af í einum búningi og komið bara inn strax aftur. Það svo athyglisvert sem að gerast baksviðið. Við Edda erum með 13 karaktera og þú veist, og eitthvað 40 inn og útkomur. En eru þið með 13 aðstofamenn til að komast í og úr? Nei, við erum samt með nokkra. Og það var, þú veist, maður hugsaði stundum í á einni síðu ertu þessi karakter, mamman, svo ertu komin í næstu og meðan hún að syngja sama lagið, þú veist,
er þetta ógjörningur? Nei, við skulum aldrei líta, þú veist, við vinnum í lausnum hérna. Og það bara gengur. Þú þurftu ekki að streika neitt út. Og svo aftur inn í sama og úr honum og í hinn og stundum er ég réttur, ég hef oft lendið í að vera komin í vitlausan búning. Nei, ég var komin í kennslukonuna og það er engin afsláttur, þetta eru rosa búningar. Nei. Það er hvergi slegið af, sko. En þú þarft nú eitthvað aðeins að skipta búninga þó þú sett sami karakterinn allan tíma. Já, svona lítið, sko. Þetta er mjög chillað hjá mér, sko. En það erfiðasta fyrir mig náttúrulega eru dansarnir, sko, þú veist. Þeir eru ekkert smáræði. Já, en samt, þú veist, ég ætla samt ekkert að kvarta með strákana, kannski maður aðeins meira á þeim, sko. En þið neldu alla þess að dansa. Já, það er náttúrulega bara allt Lí að þakka, held ég, sko. Ég hélt náttúrulega ég myndi deyja á fyrstu æfingunum með Lí, sko. Við vorum öll bara með blóðbragð í munninum, við heldum að þetta væri bara okkar síðasta stund, sko. Svakalega að gera hann flott. Ef þú gubbar þá ættu að gera eitthvað rétt. Já, það er það að segja. Þið eru pottþétt að gera eitthvað rétt, að gubba reyndar enginn á sviðinu í gær. Nei, ég meina eftir á. Nei, það verður ekki gubbað á neitt. Lofum því. Ég hvet fólk til að missa ekki að Vorið vaknar í samkomuhúsinu. Takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá og bara bói. Takk fyrir. Takk.